þau sé ekki af mér. Ok, þá ætlum við að rifja þessu upp mapp, þar sem það var alveg hljóðlaust síðast. Já, þá skulum við bara henda upp interfaceinu fyrir mapp. Svo ætla ég að taka hérna aðeins, var ekki með þetta hér annars. Já, þetta í rauninni allt sem við þurfum að vita mapp. Mapp nú veit ég ekki hvar hljóðið datt út, en það sem mikilvægt sem kom fram síðast var að mapp í rauninni sett, nema bara með smá svona örlítilli viðbót. Það að segja, í staðinn fyrir að geyma bara eitthvað ákveðið, sem sagt sett var geymt eitthvað safnar hlutum og svo getur bara spurt, ert út í staðar eða ekki. Sem mjög gagnlegt, en eins og ég tók það fyrir síðast, þá sagði ég, þú veist, ef að þið hringi í já.is og spyrjum númerið hjá honum Guðmundi Þorláksinni sem býr í Flókagötu 18 og manneskja segir, já, hann til, þá væru frekar óánægð. Þannig að það sem að mapp gerir, og það ekki hægt að stressa nóg, að það rauninni, sko, mottóið hjá Python, það sem að kúrsinn sem ég ekki kenna, mun kenna á 3 vikna. Reyminn örlitlum auglýsingum. Mottóið hjá Python everything's a dictionary og það eiginlega mjög rétt hjá þeim. Klasar til dæmis í Python eru fyrirbæri sem hafa bara smurt ofan á málið eftir á, eða svona semi, en þeir eru bara orðabók. Klasar eru bara orðabók í Python. Eða dictionary sem þetta as in mapp. Þannig að þetta alveg gríðarlega mikilvægt fyrirbæri og þetta notað á öllum levelum. Gagnagrunnar nota þetta, þýðendur nota þetta, þetta alveg frá því að vera fræðileg tölvunarfræði upp í það að vera hápraktísk tölvunarfræði. En já, þannig að við erum með add, remove og contains, alveg eins og settið það með. Add hét insert í set. Af hverju, ég hef alveg getið kallað þetta insert. Ég man ekki af hverju kallað þetta add. Kannski það algengara. En í rauninni erum við með mengi núna sem að inniheldur túplur. Það að segja pör af hlutum. Annars vegar lykil og þeir eru unique. Það að segja, þetta eins og lyklarnir einu eins og við séum mengi. Þannig að við ímyndum okkur að þetta sé í rauninni bara mengi af lyklum og svo búið að húkka eitthvað aukagagn á lyklana. Þannig að ef þið farið hringið í já.is og spyrjum Guðmund Þorláksson sem býr á Kálkópsvegi 14, þá fáið þið ekki bara já, heldur fáið þið, já, ok, hann á þetta símanúmer og hann, þú veist, mamman setti þetta og uppáhalds liturinn hans bleikur. Og það þessi aukagagn sem hún má húkka á. En það bara til einn, Jóhann Guðmundsson sem býr á Fálkagötu 12. Það að fara að finna mér eitthvað svona ákveðið heimilisfang til þess að tala Og það sem sagt þannig að við erum bara með mengi af lyklum og svo erum við bara með búin að húkka eitthvað gögn við lyklana. Það rauninni mapp. Og í fræðilega sýnin á mapp þannig, en ef við horfum aðeins á ég get ekki haldið fyrirlestur þess að opna Python einu sinni. Það sem þægilega að horfa á mapp að ímynda okkur það að segja bara, þetta eins og, ég get ímynda okkur, þetta bara eins og array eða listi. Þessu getum sótt bara, m af 12 eitthvað slegis. En að það sem hérna inni getur verið hvað sem En að, við getum sagt m af manni á Fálkagötu 12. Það ímyndum okkur að erum að geyma bókstærð. Hljómanur sem aðeins mér í nota 44. Þá getum við sagt, nota þess að bara indexa sem eru hvað sem Þannig að indexan inn í, hvað sem og ekki hvað sem í augnablikinu hvað sem já. En já, þá getum við nota indexa sem eru hvað sem Þannig að hérna getum við sótt á nonni. Það enda 3 enn í þessum nonna, en alltaf þá fáum við skóstærna hans. En þessi nonni uník, þannig að ef við segjum, þetta alveg eins og, við varum að nota array, arf og, ef við erum með array sem alveg 10, þá ef við segjum a af 3 í 8 og 12, þá breytist það. Það nákvæmlega þetta svæði breytist. Það bara til nákvæmlega eitt stæði sem heitir a af 3.
Og sama gildur mappu. M af nonni alltaf sami nonni. Þannig að, alveg 3n. Ef við breytum hann ákveðu það að fara að nota 46 skó með eitthvað leið. Þegar hann fyrir trúðaskólan og nota 58 eitthvað leið. Nú einhver annar nonn í mappinu okkar. Lengur. Þá getum við sagt hérna M af non. Þetta alveg skelfilegt. Og þá erum við búin að breyta honum, alveg svo ég segi, þú veist, array af 12, eða array af 3 eftir 95 núna, þá myndi það breytast. Það svæði breytist í arrayin okkar. Og mapp bara nákvæmlega eins, sem við getum notað hvað sem Og þetta, þeir sem eru byrjaðar að lesa yfir skilverkninni sjá, að þetta akkurat getum við notað til þess að indexa símanúmer, eða sem sagt, gögn kontakta, þú veist, hvað svona íslenskt árið við það? Tengiliði, það mjög fallegt íslenskt ár. Gögn yfir tengiliði, þá getum við indexað eftir til dæmis símanúmer. Þannig að þá get ég sagt þá get ég bara geymt alla eftir ég ætla að sækja hver var með 58852. Það er ef ég sæki núna af þessi fyrirlestur eru búið hreyfir bæðilega. Nei, hver ekki með þetta númer? Er þetta hreyfir? Ok. Ég bara sponsora allt þetta líka. Þannig að þá getum við líka sótt sótt gögn þarna inn. Og það sem er hægra megin, þú veist, það sem ég geymi, við skoðum mappið okkur núna, sem er mjög einkennilegt samansafn af möppum sem geyma nöfn og skóstærðir og símanúmer og eitthvað annað. En það sem getur verið hægra megin, þú veist, það sem þetta mappast í, getur verið hvað sem er. Þannig að það sem er eiginlega þægilega, það er ágætt að hugsa mapp þegar við erum að útfæra það sem key value pairs, pör af lyklum og valjum, en þegar við erum að nota það þægilega að hugsa það sem fyrirbæri það sem að bara array það sem við getum indexað með hverju sem er. Og ástæðan fyrir því að mapp, ef ég nota mapp yfirleitt, er að það er stutt og þægilegt, en þetta líka tengir svolítið stærðfræði fyrirbærinu mapp. Ég mun tala svolítið stærðfræði eftir, það er bara contain alla stærðfræðin í einn fyrirlestur og það getur bara hoppað yfir hann sem að hafa ekki áhuga. En allir sem að kannast við það hafa verið í stærðfræði hafa einhvern tíma að teikna upp svona mynd af föllum að þegi. Þannig að hérna erum við mengi sem að kallast formengi og svo eru hérna með sem kallast bakmengi. Og svo veitum við það að mapp, eða vörpun virkar þannig að hún varpar því sem er í vinstra menginu yfir í það sem er í hægra menginu. Og þetta er nákvæmlega það sem við erum að gera. Hérna getur verið símanúmer og hérna getur verið, þú veist, bara kontaktupplýsingar. Þannig að þú veist, þetta varpar símanúmerinu 58 eitthvað bla yfir í eitthvað upplýsingar. Upplýsingarna getur verið, þú veist, allir sem búa þarna, allir sem eru tengd við þetta símanúmer, listi yfir þá eða hvað sem er. Og það sem er eitt fundamental fyrirbæri við stærðfræðileg föll er að við getum ekki verið með eitthvað gildi sem varpast í eitthvað tvennt. Það er að segja að við reiknum út, við stingi inn í til dæmis í max-fallið ykkar eða eitthvað fall sem þið útfærið í C++ eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla að fá max af 3 og 12, þá vil ég ekki stundum fá 3 og stundum fá 12, við viljum náttúrulega fá alltaf það sama, sem er mjög mikilvægt, annars var það ekki vel skilgreint. Og hins vegar viljið þið ekki fá 2 gildi, þið vil ekki segja já, max af 3 og 12 að 3 og 12. Við viljum fá 1 gildi út af fallinu. Og þetta er nákvæmlega það sem mapp gerir. Mapp er bara nákvæmlega útfært af þessu stærðfræðilegu fyrirbæri, mapp. Og meira að segja í Python erum við með aðferðir sem að sýna okkur í rauninni formengið sem eru
index, nei, key segi. Þetta er formengi okkar og values sem eru bakmengi okkar. Þetta er allt sem að varpast. Þetta eru allir líklarnir okkar og þetta er allt sem að þeir geta varpast í. Ok, allir sáttu við þetta. Allir ánægð með það hvað mapp er og hvað eru gagli. Ég get sýnt ykkur svona inngangurinn er ekki lengur til. Það sem eitt þurfti að gera í inngangurinn. Ef við til dæmis viljum búa til svona word frequency, letter frequency segir, við þurftum náttúrulega að gera þetta að þeir sem voru í verkefnalausnum til þess að svona ráða eitthvað dulmál að finna út hversu oft einhverju stafir koma fyrir. Þannig að við getum hendi tiltölulega auðvitað hérna og sýnt ykkur til dæmis eitt sem að mapp er mjög gott í að gera. Það er að finna frequency á stöðum. Þannig að já, ekki pæla mikið í því sem ég er að gera hérna. Já, s.s, nei, s.x. Hérna í þessi, hérna sjáum við til, gaman hérna, ég er að fara að kenna Python, nei. Hérna sjáum við til dæmis, það sem ég er að kenna ykkur er virkilega að nota. Ég nota þetta á mjög oft og allir, ég er ekki sérstakur, ég er ekki þessi eini tölunarfræðingur sem heldur áfram að nota gagnaskipan. Þetta er rosalega mikið notað í það sem ég er að kenna ykkur, þess vegna erum við að kenna ykkur þetta. Og hérna í þessari einu línu er ég bæði að nota mengi og mapp og skila mapp. Það er að segja, það sem ég geri hérna er að ég breyti strengnum mínum og strengur í Python er alveg eins og getið ímyndað einhver strengur í C++, hann er bara array af karakterum. Og ég get sagt við hérna Python, breyttu þessum lista, hann er ekki array af karakterum, hann er lista af karakterum, af því að array er ekki til í Python. Og ég get sagt hann, breyttu þessu lista í mengi. Og það sem hann gerir henni þá er hann bara hendur út, hann býtir mengi úr stöðunum mínum og með því eyði ég út öllum duplicates, eða ekki? Af því að mengi er ekki tilnætt sem að heiti duplicates í mengjum. Þannig ég segi, labbaðu í gegnum alla stafina þá í strengnum S, af því að hérna er ég búin að fjarlæga öll duplicate, þannig að ég labba bara einu sinni fyrir hvert staf. Og svo er ég að smíða mengi hérna, þú veist, þetta er alveg eins og ég get búið til mengi beint. Nei, hérna mapp segi ég beint. Ég sett hérna, þú veist, 1 fer í A, 2 fer í E, eitthvað svona. Þetta MA1, eitthvað svona. Þannig ég er að smíða mengið og segi hérna hverjum staf fyrir sig, X er satt, labbar í gegnum alla stafina S. Ég ætla að varpa þér yfir í fjölda, satt, strengir er countfall í Python og ég ætla að varpa þér yfir í fjölda hversu oft þú kemur fyrir inn í S. Og það sjáum við hérna að kemur 3 sinni fyrir og svo framvegis. En það sem kemur út af þessu er einmitt mikil hávaði. Er einmitt mapp og hérna getur spurt mappið til dæmis hversu oft kemur A fyrir. Það kemur 3 svar. Hversu oft kemur K fyrir. Það kemur 5 sinnum. Og ég get líka spurt K í orðinu. Og segir hann já. Það er að segja, og hérna er hann bara að skoða lyklana. Þannig að mapp getur líka hefða sér svona svolítið eins og set. Í rauninni er set ekkert annað en mapp þar sem að valueið er annarkvort ignorað er bara boolean gildi. Annarkvort true eða false. Þannig að við getum meira að hugsa set sem bara sér til þetta mapp. Er það að segja að þessi 20.000 einfaldara útfæra skil 3 í Python, skilorðinu 3. Í 20.000, já það er svona 5.000 sinnum einfaldara, já. Það sé nærri lagi. Til þess að sýna ykkur hvað Python getur verið grútlegt, ef við viljum til dæmis telja fjölda orða, þá getur við sagt svona. Getur við sagt hérna frek atjú. Þá
er ég búin að fara að telja fjölda orða. Þannig að já, það svona hlutinni verða svolítið í einni línu í Python stundum. Já. Til að minna ykkur þá er ég að kenna Python. Nei, ég skal hætta núna. Ok, þannig að allir orðin sáttu við hvað map eða hvað dictionary og af hverju við nota. Þú veist, þið sjá náttúrulega ekki allar þið náttúrulega sjáu hérna notkun á map alveg út í gegnum alla ævina. En nú langar mig aðeins að fara í gegnum annað fyrirbæri. Svona aðeins að venda smá kvæði í hálfkross. Og byrja aðeins hérna. Hérna ég fór með ykkur síðast í gegnum það hvernig ég gátum útfært simple table eða hvernig ég gátum útfært map með binary search tree. Og það var rauninni rosalega lítið mál, við bara bættum við í nóðuna sem að innihelt. Þess að við vorum með binary search tree. Við tókum bara set útfærslan okkar basically og við bara húkkuðum einhverju data á. Þannig að í rauninni nóðan innihelt bæði key og value. Keyið höfðaði sér eins og allt sem var eins og data var í mappinu gamla, nei í settinu gamla segi. Það var indexað allt eftir því og það var það sem við tjekkum hvort það var minna en stærri en þá hoppuðu til hægri og vinstri og allt svoleiðis. En svo bara í lokin þegar við vorum að inserta þá sagðum við ok, þessi key fær þetta value. Það er eina sem breyttist. Sára lítil breyting. Og við sáum líka útfærslunum með key index stærri. Skulum kannski rifja hana aðeins upp. Það er að segja að það bara byggum við til svona map sem var, eða réttar að þetta byggum við til array og þetta hefðaði sér bara alveg eins og set, það sem við útfærum bara set fyrir heiltölur. Nema að þetta er ekki lengur boolean map. Ef þetta hefur verið set þá er þetta boolean svona, en núna því þetta er map þá geymum við bara value sem við á að geyma. Þannig að þá bara notum við þetta nákvæmlega eins og ég var með listan á það. Það sem er í arrayinu í index 12, það er bara það sem að 12 varpast í. Og hérna var það alltaf rosalega þægilegt. Hérna var bara leitið hlutinir nákvæmlega út eins og í Python. Ég setti bara map af key eftir value og setti map af key eftir null ef ég var að eyða einhverju og svo tekkaði bara hvort að það sem var í ákveðnu sæti var null ef ég var að tekka hvort það var eitthvað til staðar. Hérna bara lítur allt út eins og í Python. Þetta er allt gefið þægilegt og rosalega flott og allt. En þetta hefur náttúrulega risastóran galla. Og hver er sá galli? Tekur rosalega mikið pláss og mér er þessi annar galli að þetta virkar bara fyrir já, akkurat. Það sem við getum táknað með heiltölum, integer indexa. En ef við skoðum tímalhaginnar, þá er þetta rosalega svona eiginlega holy grail. Þetta er lang flottast. Það lúkkar langt best. Þannig að, þú veist, getum við ekki gert þetta eitthvað sniðugra? Er ekki hægt að gera eitthvað við þetta? Eitthvað sem eitthvað dettur í hug? Þetta er það gott að við viljum reyna, þú veist, að þrengva öllu sem við getum einhvern veginn í því að nota þetta. Þetta er alveg ógeðslega gott. Það er hintið inn í nafninu. Já, eitt sem við getum gert er að nota hashing. Eða, já, hashing functions, eða það sem að þetta á íslensku tætiföll, eru svolítið sérstakt fyrirbæri. Og þau eru þetta ógeðslega mikið notið í tölvunarfræði og rosalega mismunandi hátt líka. Sko, fyrir það fyrsta, það sem við erum að tala um núna er að þegar við erum með map, þá erum við með einhvern, það sem við kallum universe, eða sem heitir reyndar á íslensku óðal, ekki feðrana samt, það er annað. Við erum með eitthvað óðal af hlutum sem við viljum nota sem indexa, eða nota sem lykla. Og þetta óðal er yfirleitt mjög stórt. Það er að segja þessi universe er yfirleitt mjög stór. Þú veist, hann meiri sér frekar lítill þegar við erum með
heiltölur, ef við ætlum bara að nota heiltöluindexa, þá erum við bara með 2/30 öðru, sem eru það bil 4 milljarðar. En bara, þú veist, ef við komum við floating point tölur, þá erum við komið við komum svolítið ég veit ekki hvernig að setja þessi tölu í samhengi, en það er ágætt að setja tölun í samhengi ef við ætlum að segja, ok, ég ætla að nota strengja á lengd 40 í mesta lagi. Við getum ímyndað okkur bara verkefnið sem við erum farið að taka núna, sem er það sem við indexið símanúmera upplýsingar, eða tengilega upplýsingar eftir nafni. Þú veist, ímyndað okkur bara, ég séum þess að þjóðskrá, við bara bönnum nöfn lengur 40, þá erum við samt með fleiri svoleiðis strengi heldur en það eru atom í heiminum, alheiminum. Þannig að það er engin möguleiki að geyma allt þetta á einni tölvu. Enda, þú veist, mun aldrei koma til þess. Það er enginn sem heitir AA, Z, bil, hashtag, þú veist, eitthvað, ég veit það ekki, 40 sinnum. Það er enginn sem heitir þessu nöfnu, þannig að við erum bara að fara að nota rosalega lítinn hluta úr þessu óðali, af stöku. Þannig að það sem að hassfall gerir, eða hakkafall gerir, stundum kalla hakkafall, stundum kalla tætifall. Tætifall er fallega, þannig að ég ætla að nota það. Það sem að tætifall gerir, ágætt að segja ekki með komið spurningun á hverju þessi fyrirlestur séu ensku, en ég veit það ekki. Ég hef greinlega verið eitthvað svona enskur þegar ég bjó hann til þarna. En það sem að tætifall gerir er að tekur öll stökin, er eitthvað ákveðin aðferð til þess að gefa öllum stökunum í þessu óðali eitthvað ákveðið gildi eitthvað ákveðið gildi milli 0 og m. Það er að segja að velur að setja öll stökin í þessum óðali í eitthvað ákveðnar m fötur. Það er að segja, við réttum honum strengin nonni og hann segir, ok, þú fyrir fötu 5. Ok, á hvað græðum við á svoleiðis falli? Akkurat. Það er að segja, við getum þá notað í þessu samhengi sem við vorum að tala áðan að jafnvel þó við séum ekki með heiltölu indexæðin í eitthvað fall, þá getum við passað hlut, fengið einhvern heiltölu index og notað hann og sagt, já, ok, þú þú veist, nonni, þú fær index 5, ég ætla að geyma því í sæti 5 í arrayinu. En til þess að það virki, þá þarf hakkafall að hafa ákveðna eiginleika. Þannig að formulega þá ég sagði ykkur ég ætla að hafa þennan starfræðilegan, formulega er tætifall þannig að það tekur stakur einhverju mengi u og varpar yfir í tölu á bilinu 0 upp í m. -1. Ég hef getað valið þetta m. Og í rauninni við getum horft á það öðru sig og miklu þægilega að segja að við erum rauninni bara að taka langa raunabitum, þú veist, eins og til dæmis ekki ímyndað ykkur strengir eru bara, þú veist, lengdin á strengnum sem 8 bitar og setja það alltaf í eitthvað ákveðna fasta lengda bitum, til dæmis 32 bita. Þannig að bara sama hvað hakkafallið, sama hversu langur strengurinn sem við erum að afhenda hakkafallinu, eða tætifallinu, hann lætur okkur alltaf fá sömu lengda bitum. Þannig að við getum afhent tætifallinu 1.000.000 bita, hann lætur okkur alltaf fá 32 bita. Og sjáu eitthvað, já, við skulum taka þetta svona. Það eru margir mælikvarðar, ok, ég skal lofa ykkur því að menn eru á ansi mörgum skoðunum þegar kemur að hakkaföllum. Og þið sjáu líka að, ég segi hard to measure strength, ég segi það. Það er mjög erfitt að ákveða hvað er gott hakkafall og hvað er ekki gott hakkafall. Þess vegna er þetta ekki þetta er svolítið svona experimental vísindi innan tölvunarfræðinnar. En það sem skiptir máli í góða hakkafalli er, simplicity, ég segi nú ekki lines of code, en þetta er verið að tala um simplicity eins og tímaflækju. Það er að segja að við viljum ekki að það taki langan tíma að hakka hlutina niður hjá okkur. Og hraðinn skiptir svolítið máli, þannig að minnið að tímaflækju og hrað er ekki sami hluturinn, þannig að eitthvað sem væri með hægri tímaflækju getur hugsanlega verið hraðara á ákveðnum tölvum eða bara alltaf þessuna. Og svo eru svona ákveðnir eiginleikar sem að góð hakkafall verða að hafa. Og meðal annars er góð dreifing er mjög mikilvæg og eitthvað sem við kalla avalanche conditioning, ég tala aðeins betur það eftir. En
hvað sjáu þið samt möguleikann, þú veist, ef við erum með, ég myndi ykkur, 1.000.000 bita niður í 32 bita, hvað haldið þið að geti gerst hann? Akkurat, það er ykkur áreistar. Það er að segja, ég get tekið 2 strengi, þú veist, nonni og manni, þeir geta hakkast í sama gildi. Og, já, hvað þýðir það fyrir það sem við vorum að tala áðan, ef við ætlum að nota þetta sem indexen í arrayið okkar, þá virkar það ekki, þú veist, þá vorum við að skipta út hérna, ef við insertum nonna og insertum síðan manna, þá bara sparkar manni nonna út. Það er slæmt. Þannig að við þurfum aðeins ákveða það og skoðum það eftir hvernig við dílum við það. En við viljum fækka þessum collisionum rosalega mikið. En hvað þýðir það að fækka? Viljum við að fækka þeim fyrir alla strengi, þú veist, viljum við bara að við tökum 2 strengi á handahófi, eða það sé mjög litla líkur á því að það sé collision, eða þú veist, hvað sjáum við slæmt í það? Ef ég bara segja, ég með geðveikt hakkafall, eða tætifall, og ég get sýnt það að þú tekur 2 strengi á handahófi, þá bara ógeðslega litla líkur á því að það verði árekstur. Hvað sjáum við slæmt í þetta? Ef það er eitthvað mikilvægt, jú, eða sko, já, menn, tölvunarfræðingar Já, sko, þetta tölvunarfræðingar eru mjög hræddir við svona randomized algoritma og ef eitthvað á að vera mikilvægt, jú, en líkurnar eru það samt ennþá líklega, en það er ekki alveg ástæðan. Heldur er svo, hver eru forsendurnar mínar? Ég sagði 2 strengi af handahófið, ekki? Hversu oft erum við að vinna með strengi af handahófið? Eiginlega aldrei. Hvað erum við oftast að vinna með? Við erum að vinna með einhver gögn sem við búum til. Þannig að, þú veist, ef við erum með símaskrána eða ef við erum með orðabókina, þú veist, ef við ætlum að horfa á einhverja svona random dreifingu, sjá hversu handahófskend þessu orð eru og sjá að þau eru nákvæmlega ekkert handahófskend. Sum orð eru, eiginlega öll orð eru prífix á einhverju öðru orði. Eða einhvers staðar til inn í öðru orði. Þannig að við séum að þetta er ekki einu svona nógu góð mæling. Þess vegna er þetta svolítið svona mælingavísindi með hakkafall. Af því að gögnin sem við vinnum með ekki slembin. Gögnin sem við vinnum með eru bara einhver raunveruleg gögn og þau eru ekki slembin. Þau eru langt frá því að vera slembin. En já, svo síðast hérna, security, sjáu og það er til, sko, ákveðin, sko, hakkaföll eru notuð ógeðslega marga hluti, eða tætiföll. Eitt af þeim er svona öryggis, en öryggismál, það er til það sem heitir cryptographic hash function. Og þau eru hérna, ég ætla ekki að tala um þau, ég kannski aðeins minnist á þau, en við þurfum samt að hugsa um öryggi, þó við séum ekki með svona cryptographic hash functions. En ég ætla að tala aðeins betur um það eftir. Held ég, jú, já, ég tala um það eftir. Og við getum rauninni redúsað allt, þú veist, við getum rauninni representað allt með strengjum. Það er rauninni það sem að serialization fjallar en þú veist, það er rauninni það sem að við hljótum að geta allt sem við tölum í tölvum, eða svo sagt allt sem við tölum bara, allt gögn sem við vinnum með í tölvum, getum við flett einhvern veginn út í strengi. Þú veist, hvort sem það er eitthvað klasi eða hvað sem það er, við getum alltaf splittað hlutunum í strengi, eins og við sjáum bara þegar að skrifa C++ forrit, þetta er allt sem táknað með streng, einum löngum streng. Þannig við getum í rauninni horft á þetta vandamál að hassa bara með því að hassa strengi. Og þá erum við búin að leysa hashing vandamála fyrir allt annað. Þetta er mjög einföldu sýn á hlutina, því að, þú veist, í praxís var það náttúrulega þægilega að hassa hlutina beint, en fyrir okkur þá þurfum við bara að hugsa um að hassa strengi. Þannig að við erum í rauninni bara að horfa á 8 bitablokkir, bara einhverja runa 8 bitablokkum, og við ætlum að tróða þenni í annarkvort 32 eða 64 bita. Og hugsanlega meira, þessi kryptografísku hakkaföll eru miklu stærri. Þau eru 1024 eða 2048 bitar eða allt þar að fram eftir götunum. Og það er reyndar, ástæðan fyrir því er að þar er svolítið krúsjál að það séu eiginlega aldrei collisions. Að líkurnar á collision séu bara stjarnfræðilega litlar. Þannig að, ok, tökum við það fyrstu hugmyndina af hakkafalli. Þannig að hashfall, það verið eðlilega að
já, eðlilega ekki eðlilega, það kannski, þetta fer eftir, ég held að Python, já, ég sagði ykkur í síðasta tíma, ég myndi segja ykkur hvað Python notar rosalega mikið, ég held nefnilega, já, akkurat, Python leyfir sko neikvæð hash. Þannig að hérna til dæmis sjáum við hvernig Python hackar eða tætir ASDF og það verður hérna mínus eitthvað stórt. En já, venjulega, það sem þið sjáuð í verkefnunum er að hakka fullnarskila unsigned int en það skiptir engu máli. Það er að segja, við erum bara að splitta þessu niður í, taka rauna bitum, setja niður í 32 bita, hvernig örgjurinn ákveður að tákna það skiptir okkur ekki alveg öllum máli. Þannig að hérna erum við að taka runu af bitum, sem sagt runu af hérna bætum segi ég, runu af 8 bitum, sem sagt runu af bætum og ætlum að breyta því í 32 bita integer. Og við gerum það svona. Sem sagt, tökum bara eitthvað streng og stærðan á honum og skilum stærðan á honum. Ok, hverjum finnst þetta að vera gott hackafall? Það tæti fall. Það er einn, já, það er einn sem vil svona. Já, þetta er solid. Ok, til að gera langursögustu við það, þá er þetta ekki gott. Eiginlega skelfilegt. Og þetta er bara, þú veist, nei. En, sko, ein slæm hugmynd af þetta virðist vera, það var alltaf þannig, það er einhverjum sem eftir í hjónótuna. Og PHP notaði þetta. Nú, ok. Já, ok, hassfall er ennþá hálfónýtt í PHP, þú veist, ég vildi að ég geti sagt að þetta kemur eitthvað óvart, en það kemur bara ekkert óvart. En hérna, já, fyrir þá sem vita ekki hvað PHP er, það er, sko, mér finnst ekki hérna, það er forritunarmál sem að byrja einu sem svona skriftimál til að búa til heimasíður og síðan svona óksvöldið svona fiskurumhrygg og var það eiginlega bara skrýmsli sem maður er erfitt að ráða við núna. En nú það. Þannig að já, bara ekki nota þetta er slæm hugmynd. Skoðum þessa hugmynd. Þessi hugmynd er þannig að við byrjum með eitthvað hakkagildi eða tætigildi, svo löpum við gegnum allan strenginn og svo leggjum við bara sviðminnið að karakterar eru ekkert annað en integerar í C++. Þannig að við bara leggjum við það gildi við þessi. Og svo, þú veist, þetta gæti svona overflow eða eitthvað svoleiðis, en minnið það skiptir ekki máli. Af því að, þú veist, okkur er alveg sama svo lengi sem að það consistently overflowar á öllum vélum. Það er að segja að það overflow ekki stundum svona og svo klukkutíma seinna overflow með öðru sig, sem hann alltaf gerist ekki, af því að það eina sem að hardware á að gera er að vera consistent. Þannig að við vitum að það gerist ekki. Þannig að það er alltaf leið þó þetta overflowi og allt svoleiðis. Þetta er alveg löglegt hakkagildi. Þannig að allir sáttu þetta. Það er kannski svona hintið er kannski í nafninu en þú veist, þetta er samt aðeins betra. Þetta gefur töluvert meiri dreifni. Ég er svo að, já, til að baka, hvað haldið þið fáið mikla dreifni til dæmis sem við ætla að setja orðabókina, eða veist mikið á collisions. Hvað haldið þið fáið mikið á collisions ef við ætla að setja orðabókina í þetta hakkafall? Alveg fáránlega mikið. Og þetta er ástæðan fyrir því að nöfnin á föllunum í PHP, PHP notar map, ein leið til að nota map er til dæmis lookup á föllum. Þannig að þegar þið skrifið, Python gerir þetta líka, þegar ég skrifa til dæmis hash, þá hérna, þá hefði hérna bílspils. Akkurat, þegar ég skrifa hash og leitar Python allstaðar í mappi af einhverju, þú veist, ef ég segi ASDF þá segir hann, þú veist, ég veit ekki hvað ASDF er en ef ég segi hash ég skrifa réttar að segja, þá veit hann hvað hash er. Það er því að Python notar mapp til þess að leita í föllunum sinum sem það veit að hann á og viti menn hér ætti ekstra að vera hash. Help. Nei, ok, það getur ekstra annars þar. Vandræðalegt. En allavega, hérna er fullt af öðrum föllum sem maður myndi finna það. En allavega, hann geymir öll föllin sem maður veit í mappi. Og nákvæmlega sama gerir PHP.
nema að augljóslega ef að öll föllin okkar heita einhverjum mjög stuttum nöfnum, þá mjög mikla líkur á collision og þá voru mjög lengi að leita að því. Ástæðan fyrir lengi leitaði fyrir aðeins ég eftir. En það er ástæðan fyrir því að öll nöfnin fallaröfni P&P eru gefið skrítin. En, nokkuð við undirbúin. Ég er með svona batterísvasa í buxunum mínum. Takk fyrir, takk. Það er svona standard issue sem við fáum sko þegar við byrjum að kenna. Velkomin áttur. Hvað það? Já, þetta er ástæðan fyrir að föllin í P&P eru svona skrýtnu lengd en það heita oft svona skrýtnu nöfnum eitthvað slegis og það var bara til þess að fá meiri dreifni á eða meiri dreifing á lengdin á föllunum. Það er svona að heita sum föllin gett löngum og skrýtnu nöfnum. En já, þessi aðferð aðeins betri, þar að segja hérna allan að þó við varum með fullt af strengjum með lengd 10 þá myndum við fá ágætis dreifingu hérna á gildunum. En þetta var alltaf lagi ef við varum að kenna börnunum okkar aðeins hakkaföll og þau ætlaðu að gera eitthvað svona toy project, þá var þetta allt í góðu. Hvað? Já, ég meina, er það ekki eitthvað sem að kenna börnunum fyrir með? Ok, en þetta er samt alveg hræðilegt ef við ætlum að fara að gera eitthvað svona sem að ykkur ætlar að svona láta reyna á eitthvað. En þetta til dæmis hakkafall er hugsanlega ennþá í gangi í legacy-kerfum, en það var í mörg ár var þetta hakkafall bara aðal hakkafallið. Þetta var bara það sem að menn notuðu, þetta var einfalt. Og það ástæðan fyrir því að það birtist hérna í C Programming Language bókinni, sem er svona C-biblían. Og menn öpuðu bara þetta upp. Eins og við segi, þetta er skárra en, þó þessi skárra en eitthvað svona ógeðslega slæmt, því er ekki þessi gott. Kosningar. Ég sagði ekki neitt, sko. Þannig að í dag, já, ok, það sem að þér þetta, já, eins og ég sagði, þetta er orðið svolítið mikil experimental vísindi í dag, hakkaföll. Og ef þið skoðið til dæmis, vitið þið hver Donald Knuth er? Einhver veitir hvað Donald Knuth er? Já, ok, sorry. Hans hugmynd var, það sem að hann talar hann skrifaði biblíu tölvunarfræðina sem heitir The Art of Computer Programming og hann talar þar að það sé rosalega gott að labba svona í gegnum karakterina í strengnum og í hvert skipti þá segir við hassið okkar er einhver prímtala sinnum karakter CN og svo pluss gamla hassið, eða ekki. Það er að segja eðlilega samansögum. Þannig að við markvöldum eitthvað á prímtölu við nýja gildið okkar og bætum við gamla hassið og þannig löpum við gegn og svo byrjar hassið sem eitthvað prímtala. Þessi aðferð er ekki jafn góð, hefur virst ekki vera jafn góð og menn hafa fundið betra aðferðir. Ég ætla ekki að tala illa Donald Knuth, það mun ég aldrei nokkuð að gera. Ég fáði mig aldrei nokkuð til að gera það. En það er að segja að þessi aðferð lúkkaði vel til að byrja með og er ágætt, en menn hafa fundið miklu betra aðferðir í dag, sem að virðast betri á raunverulegum gögnum. En hérna er þetta hakkafall sem uppfyllir þetta ekki, held ég, af því að ég held að 5381 sé ekki prímtala. Og 33 mun heldur ekki vera prímtala, svona það sé á hreinu. En þetta hakkafall virkar mjög vel og það heitir eftir höfundurinn Daniel J. Bernstein, sem ég veit ekkert en hann er örugglega að gefa tipp af okkur. Hvað annað, hann er tölvufræðingur. Þetta er mjög efficient, þetta er mjög hratt, sem var eitt af kröfunum, það getur verið að hakka og viljum vera fljót að finna það. Og þetta var notað af Java og C# til recently. Þetta var notað frá því fyrra. Ég held að það sé tiltölulega, það var alltaf komið rúmlega ár síðan að Java hætti að nota og C# örugglega hætti að nota. En þið sjáu samt að þetta var, notað fyrir 2-3 árum. Þetta er fínt, þetta er mjög fínt. Og þetta gefur ágætis dreifingu, en ástæðan fyrir að menn hætti að nota er að, já,
þetta var viðkvæmt fyrir árásum. Og já, þetta getur valdið öryggissköllum og við sjáum það aðeins á eftir, ef ég hef tíma til að komast í það, annars tölum við það næst, ef ykkur minnum á það, hvað ég á við með árásir. Og þetta er tiltölulega nýlegt fyrirbæri, það sem heitir, ekki dictionary attack, nei, hvað heitir það? Þetta er ekki DDoS, nei, þetta er að menn eru að nýta sér ákveðin veikleika í því þegar menn smíða gagnastrúktúra, þá eins og ég talaði með binary search tree, ef við værum að fá gögn af handahófi, þá er mjög ólíklegt að þau eru óbalanseri. En það er mjög ólíklegt að við fáum gögn af handahófi, þannig að við gerum ráð fyrir að þau getur komið inn, ef við erum að búa til binary search tree fyrir eitthvað svona real life application, eins og C++ gerir, þá erum við með svona mekanisma sem að balansera tréð sjálfkrafa. En það er ekki gert í hackatöllum, af því að það er á hackafallið að sjá það að hlutinni að eitthvað gerist mjög sjaldan. En ef ykkur finnur leið til þess að komast fram hjá því kerfi, þá getur hann skemmt gagnskipanið okkar og það getur svona skemmt hluti. En tölum aðeins betur það. Ég veit að það meikar rosalega lítið sens það, en þegar við fyrir að tala útfærsluna þá sjáum við hvað ég á því. En það sem við nota í dag, Java, jafnvel C# komið í murmur hash, og svo eitthvað meira. Og þetta er bara eitthvað sem hefur bæði komið upp á rannsóknum og bara einhverjir gæjar út í bæ hafa verið að prófa sig áfram með. Og þetta er bara eitthvað hash, bara eitthvað tætifell sem bara hafa komið vel út af prófunum og menn hafa byrjað að nota og ekki fundið neina galla í ennþá. En til þess að sjá muninn á til dæmis þessu mjög tiltölulega auðvelt að lesa þetta og í rauninni, meira að segja mjög auðvelt að skrifa niður stærðfræðilega hvað þetta fall gerir. Þá getum við horft á það í samræmi við það sem að gerist hérna. Þetta er gjörsamlega ólæsilegt. Ég hef ekki hugmynd hvað er í gangi bara svona, svo að það sé á hreinu, En það sem er rosalega gott hérna, við tölum að þessu seinna, er að þetta hackafall er hægt að sýta. Hafið Halldór eitthvað talað um svona, Lúka eitthvað talað um svona, hvað heitir þetta aftur? Stokast, svona pseudorandom föll, segi. Við talaðum þau. Pseudorandom föll er bara það sem er notað af tölvum til þess að generera eitthvað runu af tölum eða eitthvað svoleiðis sem að lítur út fyrir að vera handahófskennt. Bara verðst hérna á Þetta getur að biðið Python random tölum milli 0 og 100 og hann gefur mig bara eitthvað sem lítur út fyrir að vera random. En í rauninni er þetta ekki random því að hann tekur eitthvað ákveðu, hann tekur tíman eða eitthvað og sýtar eitthvað fall. Og þetta fall hegðar sér eins og random fall, það hoppar fram og tilbaka og lætur hlutina lítið út fyrir að vera handahófskennt. Og það er mjög þægilegt að geta gert það við hashfell. Þetta er til dæmis eitt öryggis, eitt sem er hægt að nota sem öryggi fyrir hackafell er að þú getur sýtað með einhverju handahófskenndu tölu til að byrja með. Þannig að hackagildin verða ekki eins. Það er að segja, ef þú hackar eitthvað streng í dag og svo endur þessi serverinn og hann þarf að smíða hann þarf að fara að hakka allt upp á nýtt, þú getur fengið eitthvað annað gildi á morgun. Þetta er mjög gott svona öryggislega séð. Það var ekki hægt að predikta það. En þá vindum við okkur á því sem kannski að taka pásu. Já, við skulum taka pásu og svo fyrir við að máluna hérna. Já, hérna með skilaverkinu 3. Já.
Ég lét hann pæla í því, ég lét hann leita fyrst að stöðunum mögulega skilaði henni og svartsegi í svartgreinu frá henni af strengur sem vinna það ekki sens, ef ég hugsi ég þá fer hann svo sé eftir hans streng og ég finn nóðu sem innhendur á eða einhver svipa þá tek ég nótbókina og svo leita í öllu undirtrénu af þeirri nóðu og það virkar alveg ég var að pæla einhver leið til að stýta en ég sleppti einhverju óþarfa get ég eitthvað virkar það? Hvað ég testi þessu fyrir Þú veist, fekk það eksempel? Já, ok. Þú veist einhver annarkvæmt er það fyrir snóðan að innhenda samanstreng eða minnsta strengin sem innhendur Þú veist það bara en þú getur líka hugsað á þannig þú veist þegar þetta brannsóknar þeirra nú það er mjög fyrir að finna hana það er mjög flott og svo þurfum þetta brannsóknar þeirra nú og þú finnur eitthvað svona það eru bílar sem er stærri þess að BG og svo finnur þú kompandir hægri og reyna að segja það og segja það sem fyrir að sé þú veist ekki bara hægt að veita það Já, það var einmitt pæling einhvern veginn að geta einhvern veginn bremsað Já. En þá var ég eitthvað tekið upp og ég var komið með eitthvað Já, ég hélt fyrst þegar ég var að finna nóðuna sem inn í hérna fyrsta tilvík ég gæti kalla bara á hægri fyrst hélt ég geti gert það bara kalla á hægra bæ, en það virkaði ekki Ég hugsaði að ég kom með minnstast Já, það er út af þessu hérna Þú veist, við svona BAG-flöður og ef þú finnur fyrsta prífingin með BAG, þú veist, K eða það getur verið hérna BAG-flöður, svo þetta getur verið BAG En já, þú skorar hérna og setur hérna, þú finnir að sé þá veistu að þú getur kvartað það bara hægra kannski. Þú veist að það er enginn það getur þú veist. Já, í því falli þá get ég sagt þá bara ef þú lendir á einhverju sem byrjar ekki á sama dót, þá fer ég bara að veist það. En því það er stærra. Það er minnan, þú veist, það er lendir þess að þú getur ekki lendið í heyrinu og lendir þess að þá litur bara. Þá kalla ég bara náttúrulega sama fall á þessari mögu. En svo var ég man ekki, ég ætla að spyrja ykkur það er eitthvað aðeins takk Ég með einhverja viðkvöð sem ég veit ekki eins og hvað það kom ekkert á í kóðan Já, þetta er bara við sem svona aftur varna líka. Þetta var spennandi það síður, þetta er bara skalið og færi þetta yngar svo hvað þetta hér og færi þetta Ég hérna var Nei, það var það var náttúrulega Svona einhverju prímust í þetta páf hérna og hérna stannum að það er bara fokkar með það er svo tveim stöðum en þú veist á ekki að vera tveim stöðum út af þessi
Já, nei, það var það. Já, ég veit. Það mátti gera með sko. Þú verður að vera með sko allar útfæstur á sama stað eða eitthvað. Ok. Ég veit ekki hvort það er almennt. Þetta þú hefur bara yfirlýsingu verið í háskólanum og svo útfæstur bara í heimskólanum. Já. Bildið sem ég átti séð strektið í sér háská og bilda First defined hér, þetta er hér Þú þarf prófa að henda þessu yfir í útfæstur. þessu hérna ég þýtti þetta og það virkar síðan lokaði þessu eitthvað, fór að gera eitthvað annað og opnaði þessu aftur hérna kvöldið og þá virkaði ekki það er einhvern veginn þarf ekki að inklúta þá træn og tenna Ertu með þetta í sér háskóla? ég er með træn og nótið í sér háská og síðan alltaf klasan skilur Já, ok. þetta var í nótið sem ég bjó bara til skilur ég basically eftir fyrirlestum með þér sko nákvæmlega eins og þú gerir nema að þú varst með inn í Sigur Björnskáni allt sko þetta var alveg að virka ég skil ekki hvað þetta virkaði og síðan hætti að virka kom þetta bara ég ætla að prófa að hætti þú átti nýtt project og já, Það er bara það, en þá þarftu að vera með sér blúskast ef þú ætlar að gera þetta svona. já, ok ef þú ætlar að hafa skilgri á það þá ætlar þið að gera træn á Sigur Björn Yes. Það er ekki ná. Skilar ekki hvað þið? Okay. Þá erum við orðin nokkuð veginn sátt við það hvað hassföll eru eða tætiföll eru. En af hverju var ég að tala um það þegar við vorum að tala um map eða dictionary eða hvað sem við viljum kalla það? Af hverju kom þetta inn? Jú, þetta er ástæðan fyrir því er að með þessu getum við svona á vissan hátt reynt að nota þetta indexaða array sem að við lítur svona rosalega vel út. En hvernig gerum við það samt? Fyrirbærið það sem við gerum það heitir hash table eða tætitafla á íslensku. Og við búum til þá array sem við kallum H og við byrjum að veljum einhverja upphafsstærð fyrir það. Og þetta H kallum við síðan hashmap. Kannistu við eitthvað svona, að búa til array af einhverju ákveðinni stærð til að byrja með? Vektor, já. Þetta er rosalega svipað vektor. Af því að hvað mun að lokanum, þú veist, ok, við þurfum einhvern veginn að velja sæti, en býðum með það eins, þú veist, ef við insertum 100 stökum í arrayin, þennan array H, og hann er á stærð 100, þú veist, hvað gerist þegar við komum með stagnum 101? Akkurat, þá þurfum við allavega að stækka hann, við þurfum að gera eitthvað. Það er allavega ein leið til að gera það. En það er vissulega reynda til aðrar leiðir. En já, þannig að þetta fyrirbæri mun hefði þessu svolítið eins og vektor.
allan það sem ég ætla að sýna ykkur. Og hérna segir ég síðan, ok, við tökum eitthvað öll stök úr óðalinn okkar, U, ætlum að geyma í sæti H af U í A. Það segja við bara hökkum gildið og geymum þau í A. Já, nei, þetta voru H þarna. Lesist H. Þetta er svona eins og H það sem að bara svona datt fjall saman. Það svona H. Ja. Þetta gerist með tímanum. Það er svona þeirra latek, glærurnar verða gamlar, þá bara hlutin að hrynja. En, ok, við erum með tvö vandamál. Annars vegar, kannski augljósu vandamálið er. Við veljum einhverja stærð M, segjum að M sé 100 til að byrja með. Á hvaða bili getur H af U orðið? Ef við bara ímyndum okkur marmarhass eða D og D eða eitthvað. Ha? Nei, já, það er gildið sem að má vera, en ef við ætlum bara að hassa með Daniel J. Bernstein eða með marmarhassi eða ykkur, hvað fáum við stórt gild út? Mögulega. N-1, nei, bara horfum á marmarhass, hverju skilar marmarhass? Það skilar bara integer. Það veit ekkert hvað marrið okkar er stórt. Þannig að við ætlum að þannig að hérna getum við fengið tölur frá 0 og upp í ok, ég myndum okkur þetta sé unsigned þá bara 0 upp í 4 milljarða. Það er mjög slæmt. Sérstaklega við erum með array af stærð 4. Þannig að hvað verðum við að gera? Við verðum ekki meina að klippa þessa tölu niður og hvað er svona augljósasta leið til að gera það? Bara modulus, akkurat. Við bara tökum þessa tölu sem við fáum út úr hakkaföllun okkar, modulo M. Þá fáum við tölu frá 0 upp í M-inn í sig. Akkurat það sem við viljum. Hvað gerist samt ef við gerum það? Það eykur gríðarlega líkurnar á collision. En já, það er þannig að við geymum, en þú veist, í svona ídelheiminu, þá myndum við bara geyma stakið U í sæti H og U, mod M það. En hvað gerur svo að það vera árekstrar? Og hér er mjög formleg skilgreining hvað árekstur þýðir. Og við erum allan með, það er mjög margar leiðir. Þetta er ekki þessar 1-3. Það er ekki bara, já, nei, nú eru 3, þetta er komið gott, þokkar, bara kaffi. En þetta eru svona, þessar 2 efstur algengastur, þetta eru yfirflokkar. Þetta, já. Númer 2 er svona relatively standard hvað er gert, en númer 1, þannig að closed hashing, þetta eru yfirflokkur yfir margar aðferðir sem hægt er að nota og í rauninni QQ hashing er ein tegund af closed hashing. Þannig að þetta eru svona, við getum gróflega skipt þessu í 2 flokka. Þannig að annars verður það closed hashing, þetta eru frasar sem að bókin notar. Það sem er algengara og þau eru að skoða eitthvað á internetinu þá er örugglega frasarnir sem eru fyrir aftan algengari. Það er mjög slæmt þannig að closed hashing sé open addressing. Af því að svo er open hashing er eitthvað allt annað. En þessi orð er endar í svona sammálaða bókin upp á vissu marki að þessu orð eru svolítið lýsandi. Þannig að skoðum fyrra tilfelli. Hvað er closed hashing? Þannig að hashing virkar þannig að við erum með strókleður. Við erum með hérna array og það er einhver ákveðin stærð. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og svo erum við með þetta fína hérna hakkafall sem að ekki nýmda okkur að sé eitthvað skonar. Nú vildi ég vera í listamaðurinn, hérna er eitthvað svona hakkari og út kemur eitthvað tala. Þannig að hérna setjum við inn kannski, hvað er uppáhaldstreningurinn ykkar? Amma, margra. Ekki hérna amma, sá, afa, káfa, ákafa, á, sama. Líka, ok. Halló, mjög gott. Ok, þannig að við tökum strenginn halló og setjum hann í gegnum hérna hakkavélina okkar og hann maukar hann einhvern veginn saman og býr til einhverja tölu, segjum 3, eftir þá að við erum búin að
modjúlana við 7, hana, sem stærðin á arrayinn okkar. Og, ok, hérna kannski þetta hafa. Já, glemdi að minna mig á eitt. Ég ætla að tala þessi condition hérna. Við vitum núna hvað collision og góð dreifing. Avalanche condition eitthvað sem að Daniel J. Bernstein gerir illa en Murmur gerir vel. Það er algengasta í það er mjög algengt til dæmis að við séum með svona smá breytingar á orðum, við erum með, eins og við bara horfum á orðabókina, það er algengt að það sé, eitthvað orð sé eins og eitthvað annað orð að sé aukastafur eitthvað á milli eitthvað. Og við viljum að svoleiðis hlutir hafi avalanching effekt, það er að segja, ef við breytum einum bita í rauninni eitthvað staðar, þá viljum við ekki að það hafi áhrif bara á okkur hluta af hassinu. Þannig að við erum að horfa á, hérna er einhver löng runabitum og við viljum í rauninni kremja hana niður í, eitthvað svona lítinn chunk af bitum. Og við viljum að við flippum einum bita hérna, að 0 verður 1 eitthvað svona, að það hafi bara ekki einhver pínlítil áhrif hérna, heldur viljum að hafi avalanching áhrif á allt drasl. Þannig að það breyti í öllu hassinu. Það er svona eitt mjög góð eiginleiki hackafall. Og það er eitthvað sem Murmur hass gerir vel. Aftur á þessu. Þannig að halló myndi verða hérna 3 og þá myndum við geyma hérna halló hérna. Og já, svo ímyndum við okkur að það komi einhver annar hérna Nonni, uppáhaldsdrengurinn minn. Hann fær gildið 5. Nei, ok, ímyndum okkur ímyndum okkur að Nonni fái gildið 4, þannig að Nonni kemur hingað. Og svo kemur erfitt. Kemur bla. Hann fær gildið líka 3. Ok, þá erum við í mótumálum. Þá veitum við ekki hvað við erum að gera. Við viljum allan ekki skipta út halló, af því að við vitum að halló ekki það sama bla. Og þá splittast möguleikarnir okkar. Og það sem ég ætla að fara fyrst í hérna closed hashing. Og closed, þið getið ímyndað okkur að það er bara, þá erum við bara með hash mappi og ekkert annað. Þess vegna er það closed. Það er að segja að öll stökin okkar eru inn í hash mappinu. Og það sem ég ætla að sýna ykkur núna heitir linear probing. Og það virkar þannig að við hökkum hérna 3, eða hökkum bla, fáum út 3. Ok, þannig að við skoðum hvað er í sæti 3 í hackatöflunni. Ok, það er eitthvað til staðar. Það sem gerum þá er að við bara löbbum hérna niður hackatöfluna. Skoðum bara, ok, hvað er þá í sæti 4? Ok, það er eitthvað annað í sæti 4. En hvað er í sæti 5? Ok, það er ekki til sæti 5, þá setjum við bla þangað. Allir mjög sáttir, engar athugasemdir. En nú er samt við búin að setja bla í eitthvað sæti þar sem að í rauninni á ekki heima. Þannig að hvernig getum við fundið það? Nákvæmlega, bara nákvæmlega sama hátt. Við vitum aðferðina sem við notum til að setja inn í hackatöfluna, þá bara beitum við nákvæmlega sömu aðferð til þess að finna hlutina. Það er að segja að við byrjum á því að leita í sæti 3, ef að blað er ekki þar, þá getum við ekki strax sagt til það hvort að blað sé í menginu eða ekki. Í þessu tilfelli er þetta mengi. Við getum líka útfært mengi eins og ég sagði, mengi eru neitt annað en mapp. Þannig að þá þurfum við að labba niður og já. Ef við erum með geðið langar lista, er þetta þá ekki geðið tímafrægt? Jú, mikið rétt. En þar koma svona aðra hlutir inn í. Þetta er svolítið svona farinn. Hún er geðið, sorry, fyrir það sem er heima, en ég læst hann inni. Þá sem ég að segja, já. Langur listi, mikið að leita. Jú, það er rétt. Þetta verður hægt ef það verður mikið af stökum. En
hvenær get ég hætt að leita? Þú veist, ef ég leita að kusa eða eitthvað og hakka það, fær 3 og leita hérna, ok, halló, það er ekki halló, 4, það er ekki nonni, 5, það er ekki bla, 6. Já, leiðu ég kemur á tómusæti, þá veit ég að ég get hætt að leita. Jú, sko, ef ég finn eitthvað í síðasta sætinu, ok, segjum svo að, að Batman hafi farið, hafi hakkast í 6, þannig að hérna verið Batman, þá er ekki nóg fyrir mig að labba hingað ef ég er að leita að kusu, þá er ekki nóg að labba út í enda, heldur þarf ég að gera hvað? Ég þarf að rappa, já, af því að ég veit að ég verð að nýta allt arrayð. Þannig að það sem ég gera ef ég fer í sæti 6 og ennþá eftir að finna sæti fyrir stæki sem ég ætla að inserta, þá þarf ég að fara hringinn og byrja aftur í 0. Það er ekki fyrir en ég, já eins og segir, kem aftur á sama stað sem ég get áttum með á því þá að arrayið sé fullt ef ég er í insert. En við samt munum aldrei lendi því. En já, leiðu ég hitti tómt sæti, þar að segja, þú veist, í þessu tilfelli ég var að leita ennþá að kusu, þá myndi ég labba í sæti 6, ok, það er ekki tómt, þannig að þá þarf ég að rappa og fara í sæti 0. Já, þá þarf ég að rappa. Jó. Sup. Ég er svo harður, það er allir geðið hræddir mig hérna í salnum. Og leiðu komið í sæti 0, þá sé ég 0 og þá veit ég að það er ekki getur ekki verið í hassmappinu, því ef það hefur verið insertað, þá hefði það farið þangað. Það getur aldrei verið aukt svæði á milli. Þannig að já, það sem er þetta rétt og það sem er mjög alveg hárrétt er, ef að við erum komið mörg stök í menginu, þá er líkurnar að því að þetta gerist, þá er það mjög miklar. Þannig að, já, ég ætla að sýna ykkur hérna mynd. Og ef við skoðum hérna þessa hérna mynd, þá sjáum við að svona 80%, þegar það er orðið 80% load, ok, það er eitthvað skemmtilegt þetta, sem gerir þetta, ef við leiðum orðið 80% load á hérna hashmappur okkar, þar sé að, þú veist, við erum að nota 80% af sætunum, þú veist, eins og ef við erum búin að inserta 80 stökum inn í hashmapp sem var 100 af stærð, þá fer hraðinn eða svo að kalla þetta kastmissis, þú veist, þá fer fjöldi skipta sem við hittum á vitlaust sæti að rjúka ykkur öllu valdi. Og sjá að þarna 90 þá er hann orðin bara komin upp úr kortinu. Sko. Og það er ástæðan fyrir því að við gerum bara sama og við gerum með vektor. Eða ekki? Við sjáum, þú veist, það er ekkert mál ef við erum með 80 stök og við erum með array á stærð 100, hvað getum við gert? Við bara tvöföldum arrayið, alveg eins og við gerum með vektor og insertum bara allir drastlinn aftur. Og þá erum við komið með góða dreifni á hlutin aftur. Og þá erum við komið með gott performance aftur. Þannig að já, vissulega, þetta er slæmt náttúrulega þegar loadið er mikið, þá bara pössum við það að þetta er rosalega auðvelt fyrir okkur, það er bara konstant tími að finna loadið eða ekki, við vitum hvað er mörg stök í arrayinu okkar, við bara höldum utan á það með bókhaldi og svo auðvitað vitum við hvað arrayið okkar er stórt. Já. Nei, já, ég myndi ekki stækka, já, það sem er gert þegar hash-töflur eru stækkaðar, það er ekki bara extendaðar, þannig að við tökum hann ekki bara bætum við, þú veist, við getum ekki sagt hérna 0 upp í, þú veist, segjum við erum með stærð 100 og svo bara eitthvað, ok, ég ætla að stækka hann upp í 200 og ég bara kópar allt sem var í sæti 0 upp í 99 aftur yfir í nýju töfluna og svo bara held ég áfram með þess að af hverju myndi ég ekki gera það? Akkurat. Allt sem var í gamlu töflunum var reiknað með módula M. Þannig að ef ég til dæmis insertaði í gamlu töfluna og fekk út úr hakkafallinu mínu 102, þá fer það í sæti 2 eða ekki. En í nýju töflunni fer það í sæti 102, af því að það er núna orðið þeng, sem var ekki þeng í gamla dag. Það er að segja að það rappaðist út af módinu síðast, en ekki núna, af því að það ég búin að stækka módulu. Þannig að það sem ég þarf að gera með nýju töflunni er að ég þarf að inserta öll dröslun aftur. Bara inserta, ég reyna bara að kalla á insert fyrir öll stökin sem voru í gamlu töflunni. Ég kemst ekki hjá því. Já, akkurat, þá fáum við öll stökin í annan index, það sem líka gott
sem líka gott að þegar lótur orðið mikið, þá vitum við að það eru svolítið þétt skipað þarna uppi í efstu 100 sætunum. Þannig að við viljum ekki bæta við 109 það sem er lítið að gera því að það verður ennþá þá dýrt að sækja gömlu stökin. Þannig að við viljum rauninni aftur, þú veist, shotgunna draslinu á nýja arrið, þannig að það dreifist rosalega vel. Þá eru aftur og rosalega hratt að sækja hluti. En það náttúrulega fylgir því penaltíð að smíða töfluna á nýtt. En við sjáum alveg eins og með arrið, eins og með vektorinn, að það er eitthvað sem gerist sjaldan. Það er ekki mjög oft sem að það gerist. Þannig að, já, við skulum skoða. Nei, hugsun fyrst. Ok, nú kunnum við að inserta og athuga hvort það eitthvað setja í staðar. Það er ekkert mál. Og já, hvernig myndum við útfæra mapp? Af því ég er búin að tala um mapp endalaust. Þú veist, hérna er ég útfæra set í rauninni. Þú veist, bara að teka hvort að hluti setja í staðar eða ekki. Er mikill munur að útfæra mapp? Nei, í rauninni það sem ég myndi gera þá bara inn í þessum klasa, inn í þessu array myndi ég bara geyma einhvern klasa sem inniheldur key value. Það er rauninni eina sem breytist. Þannig að þetta myndi ég bara geyma hello og svo eitthvað auka dót. Þannig að það er rauninni sár lítið breyting hvað það varar. Hvað séu ekki minna collision? Hvað séu, ef það er ekki, sorry. Hvað séu, sorry, ég náði þess ekki. Já, ok. En já, við erum búin að læra að inserta á remova, en hvað með hitt sem að hashtöflur þurfa að vera góðar í? Nei, insert og contains, en hvað með, já, og get náttúrulega augljóslega er bara svipað og contains, nema það bara skýrur í gildun en ekki já og nei. En hvað með það þriðja, nei fjóraða, sem að hashmöpp þurfa að gera, eða möpp þurfa að gera? Remove, já. Ok, getum við removað út úr? Jú, gaman. Já, segir ykkur. Býður ykkur betur? Það er eitt annað svar. Óðalið fyrir já og nei spurningar er einmitt að stærð tveimur. Bara svona svo að ég fá aftur að segja óðal. Já, ok, hvernig myndum við það remova? Segjum að ég ætla að remova hérna bla. Nei. Segjum ég ætla að remova nonni. Hvað get ég gert? Það verður komið með alltaf góðu hugmyndirna bara strax. Ok, alltaf, jú, það er rétt. Það er eina rétta leiðin til þess að þú veist, allavega eina einfalda rétta leiðin til þess að eyða út úr hashmappi sem að eru útvært með linear probing er, jú, að í rauninni setja inn í þetta struct hérna, key value dot, er að bæta við hérna, er ég í alvörunni hérna. Spurningafæri. Það er að segja að bæta við bara einu boolean flaggi sem að segja, þú veist, er þetta stað alvörunni til staðar? Af hverju get ég ekki bara hendi og sagt bara, ok, ég ætla bara að henda hérna nonna og hérna bara að vera null aftur. Eða eitthvað gildi sem við notum sem að til að tákna null eða tómt. Þegar við gera þetta eins og halló er þetta, þá myndir við tína blaði. Akkurat, nákvæmlega. Af því að ef ég ætla að leita núna að bla í mappinu mínu, þá myndi ég labba hérna á halló og ég myndi sjá, ok, halló er ekki í bla, en ég ætla að halda áfram að leita, svo næsta stag sem ég sé er null, tóma. Það er bara tómt 12. Og þá segir ég, ok, þú veist, það blaðar auðvitað ekki í mappinu mína því að það er tómt hérna. Ég veit að aðferðin mín virkar þannig, ef ég hitti einhvern tímann tómt 12, þá set ég staki sem ég er að innsetta þar. Þannig að þá erum við búin að skemma töfluna okkar. Það er búin að tína fullt af hlutum. En já, það er, þú veist,
þeir eru ekki að æstur á hópurinn fyrir það sem vildi koma með allar aðferðir til þess að reyna að láta þetta virka. En já, það er allavega, það er eflaust hægt, en þá eru við rauninni bara nánast búin að endur strúktúra töfluna því að scenaríun geta orðið svo flókin. Já, þannig að það er, þú veist, það var eitthvað að tala sko, ef við getum bara, þú veist, labbað í gegnum alla töfluna og fundið allt sem að Halló mappaðist, eða allt sem að hafði hakkagildi 3 og fært á upp og eitthvað svona dót. Já, en þá þurftum við líka að gera það fyrir 2 og 1 og 0 og aftur 6 og 5 og þá erum við bara búin að endur strúktúra töfluna. Þannig að jú, ein leiðin náttúrulega til þess að deleta væri náttúrulega bara að henda stakkin út og inserta öllu hinu dótuna aftur inn í mappi. En svona, hvort að það sé sniðuleg. Mínus 1 í stæði fyrir 0, þá ertu náttúrulega, þá eru líklarnar orðnir, þá ertu búin að festa þið í integerlíklum, það er alltaf læginn samt. Ef það eru integerlíklar sem nú... Já, þú veist, þegar skiptir henni einhver máli hvort þú gerir, þú veist, annarkvort er null eða eitthvað annað sem táknar það að þetta sé tómt, þú veist, við getum táknað að það sé tómt með einhver öðru, sko. Táknað var eitthvað einu sem við höfum í Já, má inserta þarna, já, í rauninni, það er líka, sko, við getum gert það, þegar við erum að inserta, þá getum við yfirskrifað þessa gaura. Þú veist, það er þetta, hérna, er í alvörunni hérna, pælingin. Það er að segja, þetta boolean flag segir til hvort þetta sé til staðar, þannig að ef ég er að leita, til dæmis ef ég spyr töfluna núna, er nonni til staðar, hann hakkar það er eitthvað gildi, þá þarf hann fyrst að tjekka, ok, er þetta boolean gildi true? Ef það er true, þá má ég skila nonni sé til staðar, annars þarf ég að skila false. En já, vissulega síðan ef ég var að inserta einhverju öðru sem að hakkast í 3, eins og til dæmis, ja, ég veit ekki, hvað við sagði hann áðan, þá myndi það að fara hingað, þá get ég yfirskrifað nonni, þá veit ég að þetta pláss er ekki í notkun, nema bara til þess að vera placeholder fyrir það að ég haldi áfram að leita, þannig að þá má ég setja kusa þannig. Er þetta það sem þú spyrir? Ok. Já, þannig að þetta er orðin placeholder bara til þess að hjálpa okkur að leita og svo ef eitthvað annað kemur inn sem að má fara þarna, þá hendum við bara þessu út og setjum inn í staðinn. Já, þannig að remove er leiðilegt hérna. Það er þægilegri í útfærslunni sem að þið þurfa að útfæra sjálf. Ok. Já, það sem ég ætla að gera núna er í staðinn fyrir að sýna ykkur útfærsluna, þá ætla ég að sýna ykkur það bara næsta tíma. Og ég ætla að tala hinar útfærslunar á Harsmap, aðeins svona öðstuð. Þetta er ekki eina svona closed hashing policy-an eða open addressing policy-an sem við höfum. Þetta sem ég listi núna var linear probing. Ég ætla að skrifa linear probing. En svo er til alls konar annað. Það eru til alls konar policy-ur þar sem við ákveðum ekki til dæmis að hoppa 1 skref áfram, heldur getum við hoppað fleiri en 1 skref áfram. Og það er hérna, það heitir til dæmis quadratic probing, þá hoppum við fyrst 1 skref, svo 2 skref, svo 4 skref, svo 9 skref. Halló, stærðfræðingur hérna. Þar sem við hoppum til þess að kondensa ekki til þess að lendum í því að það sé verið að inserta rosalega oft með svipuðu hakkagildi og þá erum við ekki að þjappa einhvern ákveðin hlut á töflunni og meðan að einhver annar hluti er svona auðari, þá getum við notað quadratic probing og hoppum við lengra áfram og finnum þannig ný sæti. Svo til svona rehashing policy, þar að segja að það er annað hakkafall sem ákveður hvar við förum næst. Það er að segja að við búum til hakkafall sem tekur við tölu og gefur okkur nýja tölu. Og það, þú veist, ef að sá-index er ekki réttur, þá setjum við nýju tölunni í hakkafallu og fáum við ennþá aðra tölu og svo framvegis. Og svo, þú veist, það er svona virkar eins og þessi pseudo-random fall, þú veist, þá bara erum við bara að hoppa randomly þangað til við hittum eitthvað sæti. Og það er rosalega góð policy til þess að dreifa hlutunum vel. Sammála því. Þannig að við erum ekki að kondensa eitthvað, þú veist, hluta af fylkinu
á meðan hinn er laus. Svo, þannig að já, þetta eru sem sagt margar pólísíur með svona open addressing. Ég ætla ekki að fara í þær. Það bara, þú veist, þetta allt rosalega svipað, það rauninni eina sem breytist bara skriðið sem við hoppum á næst. Það rauninni bara eina sem breytist. Það ekki svona, þú veist, það verður ekki þetta. Það ekki alltaf eins. Það ekki alltaf eins? Jú, það náttúrulega, jú, rauninni eina sem að það bætir þú veist, þetta að það sé ekki svona alltaf klessast á eitt stað, en þú veist, hlutinni verða nákvæmlega eins upp á það að 80% load er svona svolítið maximum sem maður þarf að fara í. Og þú veist, þar hafa samt allar sömu svona svipa eiginleika allar þessar closed hashing pólísíur. Þannig að, já, en við tölum aðeins tímaflækju. Hver tímaflækjan? Sko, í versta falli, tímaflækjan og öllu þarna í closed addressing í rauninni línlega, já. En svo það amortized, þú veist, það sem við búumst við, það að segja ef við pössum upp á loadið og svoleiðis, þá nefnilega verður tímaflækjan nálægt því að vera konstant. Og það nefnilega það sem er töff. Það að segja, í allra versta falli, þá lendum við ykkur í slæmu. En það er ekkit rosalega líklegt, segi ég. Áðan var ég að tala um svona hashing attacks eða sem sagt svona dictionary attacks en já, það samt ekki líklegt í alvörunni, ég lofa nema að sé eitthvað vondur kall sem er að reyna að skemma töfluleikar. En já, það náttúrulega ekki líklegt en þú veist, ef við pössum blótið þá verður aldrei meirinn, þú veist, big of það verður samt ennþá svona semi-línulegt en það verður aldrei það slæmt allavega skilabóðin þetta næstu því konstant. Já, það sem að ég ætla þá aðeins að minnast á, sem við tölum þá betur í næsta tíma, það sem að ég minnist á hérna, sem open addressing, eða það sem open hashing, ekki open addressing, allt annað, sem stundum kallað separate chaining, og það svona, já, chaining reyndar hljómar aðeins betur lýsandi, en það sem við gerum þá að, já, þú veist, í staðinn fyrir að vera að nota alla töfluna, þú veist, við erum að stinga hlutum inn í rauninni vitlausa staði. Þú veist, ef við hashum eitthvað og það kemst ekki í sætið sitt, þá þurfum við að labba á næsta sætið og þá erum við hugsanlega að taka frá einhverjum öðrum sætið sem hann á að fara í. Þannig að hvað getum við gert hérna í staðinn? Ég meina, við erum ekkert einskórið það að gildin verða að vera geymt í töflunni. Hvað getum við geymt til dæmis í? Vitna einhverja keðju, já, og hvað sagðirðu? Jú, við getum bara bent á eitthvað sem getur innihaldið mörg gildi og hvað tengdan lista, til dæmis. Akkurat. Þannig að hérna getum við geymt bara eitt ekki tengdan lista með öllum þeim sem að fá þetta hakkagildi. Það að segja, allir sem að hakkast í 5, þeir eru bara í þessum lista sem ég geymi hérna inni. Akkurat. Þá aftur vest... Já, mjög gott. Við gætum vissulega verið með annað hakkafall hérna. Já, við getum vissulega verið með aðra hakkatöflu hérna sem að notar annað hakkafall og dreifir þessum lyklum á aðra staði. Mjög láttuga. En það var svolítið minnishákur. Þannig að ástæðan fyrir notum tengda lista að þeir eru ódýrir, þeir eru að taka aldrei meira minni en þeir bara vissulega þurfa. En vissulega þú getur útfært hashtöflur með nánast hverju sem er. Og það ástæðan fyrir því að við getum líka að nota vektora, en ef við ætlum að frumstilla svona hashmap með 100 vektorum, þá erum við að taka frá rosalega mikið minni sem við varum ekki að nota. Á meðan að tengdu listi myndi taka frá, 8 byte cirka, eitthvað svoleiðis. Nei, hann á 1 pointer. Já, það er rauninni bara upprunalegi tengdu listin ef hann á ekki lengt, á bara 1 stykki pointer og ekkert annað. Þannig að hann er orðið mjög ódýr að geyma hann, þó við séum að geyma 100 stykki á hann eða 1000 stykki á hann. Þannig að þetta tala ég betur um í næsta tíma.
Já, myndi ég búna til með pointerum tilbúin að vera sem tilbúin að lista. Ég geti annarkvort gert það eða frumstýrt allt sem null og búið bara til listan ef ég nauðsynlega þarf þess. Þú veist? Já, nei. Ég myndi ekki hafa venjulega töflu og svo breyta. Nei, ég myndi bara alltaf vera með lista, af því að það er svo lítið overhead fyrir eitt stak að vera með tengdalista með einu staki. Ok, þá segir þetta gott. Þú veist, það er allir farnir þannig að verðum að segja þetta gott. Já. Það er líka hægt.